Gegnum trekkur sagan af honum Aski sem svona nýfullorðinn maður, strákur milli 20 og 30 sem eiginlega bara hálf hræddur við lífið og þegar lesendur hitta hann fyrst fyrir þá hann að stinga af. Hann ætlar bara að húkka sér far lengst út úr bænum. Hann búinn að fá nóg af óþægilegum samskiptum við fólki í kringum sig en hann á í rauninni að vera að sækja mömmu sína út á flugvöll. Askur og mamma hans eiga nefnilega í svolítið sérstöku sambandi. Þau eru alveg í reglulegum samskiptum á samfélagsmiðlum og heyrast símleiðis en þau hafa ekki hist í meira en áratug eða þegar hann var unglingur. Sagan leið einhvers konar skrásetning á svona bara lífi fólks af minni kynslóð. Svona, eins og ég segi, nýfullorðnu fólki sem að fóta sig í lífinu og stendur frammi fyrir einhverjum svona stórum spurningum hvert það ætlar í lífinu, hvað í ósköpunum það ætlar að fást við. Það tilbúið að kenna öðru minna fólki á lífið og þess háttar, bera ábyrgð. Ég langaði bara að reyna að segja frá því á einhvern skemmtilegan hátt sem að fólk af minni kynslóð gæti tengt við en leið gæti fólk af annarri kynslóð bara þótt áhugavert og skemmtilegt að setja sig inn í. Það er sjálfsagt að spyrja sig á meðan maður les, þori ég að lifa? Nei, ég veit það ekki. Forlagið.